Ég ætla að slá hérna þessa grasbögg sem hérna í bakgrunum, bara þessa litlu grasbögg. Og ég ætla að nota til þess þessa sláttuvél, svona venjulega sláttuvél að mörgu leyti. Og hún með mörgum stillingum. Það er hægt að stilla hana, hæðina á hjólunum, svona mjög auðveldlega með þessum stillingum hér, bæði að framan og aftan. Og það ger ég auðvitað áður en ég byrja á slættunni. Ég þarf aðeins að lyfta undir hana og ég set hana hérna í stillingu C sem er svona hæfileg hæð fyrir svona grasslott. Ég kanna líka áður en ég byrja að slá, þá kanna ég hvort að ekki sé allt í lagi hérna, hvort það sé nokkur stífla hérna af grasi eða slíku. Og set bara söfnunarkassan á, eða söfnunarpokann. Og þá var allt komið í lag þar. Síðan kanna ég svona yfirleitt hvort það sé ekki allt í lagi hérna undir, hvort það sé nokkuð mikil óhreinindi undir vélinni. Og ég halla henni, þegar ég halla sláttuvélinni, þá halla ég henni frá blöndungnum. Blöndungurinn er hérna megin sem bensíntankurinn er og pústið er yfirleitt þá á hinni hliðinni. Og ég kanna hérna hvort það sé ekki allt í lagi og það virðist vera það, þannig að ég bara held áfram. Það næsta sem ég geri er að fylla á hana bensín og ég fylli á hana hérna út á stéttinni, ekki á grasflötinni sjálfri, vegna þess að grasið brennur ef bensínið fer á hana, það er þetta mengunarvaldur. Og ég ætla bara að nota hérna, ég er með svona kannski hefðbundinn bensínbrúsa, en hann er þó þannig að hann er með svona barnalæsingu, þannig að það þarf að þrýsta niður og snúa til þess að opna hann. Þetta er svolítið mikilvægt. Og skrúa stútinn á. Og svo helli ég hérna á vélina. Og maður reynir náttúrulega að láta ekkert fara hérna út fyrir. Það er ekki mikið á þessu vélar. Geng frá brúsanum, lokunum þéttingsfast, þannig að ekkert barn getur nú opnað þetta ef það skildi vera einhvers staðar í nágrenninu. Og maður auðvitað passa það að börnin sé ekki nálægt manni og enginn í raun og veru sé á vinnusvæðinu. Og ég skrúa hérna bensínlokið þéttingsfast og á þessari vél er sem sagt svona öryggisrofi. Þannig að það er ekki hægt að starta henni nema að honum sé haldið inni. Og ég kanna hérna, ég þarf að hérna framan á vélinni er sem sagt svona primer kallaður, eða bara hérna svona dæla, þar sem maður dælir bensíninu aðeins í áttina af blöndunum. Og ég geri það svona 3-4 sinnum. Nú, svo þarf ég auðvitað að hafa persónuhlífar. Ég er með heyrnarhlífar sem eru algjörlega nauðsynlegur búnaður við sláttinn. Og svo er ég í öryggisskóm sem eru skór sem eru með stáltá. Og það er algjörlega nauðsynlegt í sláttinn. Annan öryggisbúnað er auðvitað hægt að bæta við. Það er auðvitað ekki úr vegi að nota öryggisgleraugu eða einhvers konar hlíf fyrir augunum. Þá ætla ég bara að byrja að slá.
sláttuvélin farin að sleppa hérna úr. Það er blautt grasið og það er greinilega annarkvort pókinn orðinn fullur eða að hún er stífluð. Sennilega er hún stífluð. Þannig að ég auðvitað að drepa á vélinni og hérna kíki hérna í því sjáu hérna að það er orðið, pókinn er fullur nánast eða það er einhver stífla hérna og ég fer auðvitað ekki með hendur hér nema allt sé stopp og ég þarf að passa það að þessi gangur hérna sé alveg frýr, það sé ekki gras í honum og svo getur líka verið að það stíflist hérna. Setja grasið í fastbókað þessu sinni. Það er auðvitað stingum maður í safkassan ef safkassi er í garðinum. Svo er að setja pókann á aftur. Það er hérna líka eitt sem maður þarf að huga að, það er hæðin á handfanginu og þessari vél er hægt að stilla. Það eru nokkrar stillingar hérna á sem maður getur notað. Það eru nokkrar stillingar á þessari vél, það væri hægt að hafa hana þess vegna svona en svona hentugasta stellingin, maður velur bara hentugustu stillinguna og stellinguna og hérna herðir síðan af. Þannig að það er svona mismunandi eftir vélum hvað hægt er að stilla þetta mikið. Það er mjög mikilvægt að velja vél sem frekar auðvelt er að stilla. Það er bæði hægt að stilla hana hér og hérna líka. Það mun vera aðeins betur hert. Haldið halda áfram. Það er svolítið blautt á og vélinn tekur ekki allt upp í pókann og því að raka saman svona restina af grasinu. Það er þetta mjög gott að raka yfir graslattinnar með svona hrífu og taka upp úr henni dautt gras og jafnvel mosa og svona það allavega viðheldur henni betur ef það var næst að ná upp úr henni þessu dauða grasi og mosanum. Þannig að maður þarf að raka svolítið fast. Það er svolítið vel á því. Þá kemur þetta vel upp. Svo er hérna svona til þess að aðeins að passa upp á að maður sé ekki alltaf sömu megin og þá getur maður líka skipt hlið. Mikilvægt að gera það ef maður er að fara yfir eitthvað dálítið stórt svæði. Taka svona, skipta svo yfir, taka hina hliðina. Kemur heilmikið upp úr svona flöt af dauðu grasi sem maður hefur kannski sest eftir síðasta slátt og fara áður. Og ef maður notar alltaf svona safnpoka á vélinni þá
þá situr dálítið mikið eftir í grasinu. Þannig að maður þarf að fara stundum með hrífuna og rífa upp úr þessu. Það loftar hana betur. Þá erum við bara að vera búin að fara yfir þessa litlu flöt. Það er núna einhverjir toppar á henni, þannig að það er spurningum að slá hann aftur aðeins aftur yfir af því að það var svo blautt á. Þegar ég er að taka upp grasið og eins þegar ég er að slá þá er þetta líka mikilvægt að vera með vinnuvettlinga á höndunum og þeir hlífa manni auðvitað nokkuð vel.